Vitið það, við vorum að ræða fyrir samkomu hvað við lifum á sérstökum tíma. Og mér finnst bara nánast eins og við sem bara lesa spádóma sem bara að eiga þessi stað, spádómar það sem mun gerast áður en Jesú kemur. Og við lesum líka það í reikningunni að það eru mismunandi tíðir og Guð að tala við okkur með ólíkum hætti í mismunandi tíðum. Þess vegna talaði að við að biðja í sérhverri tíð í anda. Og við vera svolítið hyggin og þess vegna bara ofboðslega mikilvægt, eins og ég búin að vera að tala undanfarið, að við heyrum röddu Guðs. Og ég hef sagt það líka áður að það góða við COVID það að við fórum bara einhvern veginn við fórum á eitthvað annað tempó. Það eins og Guð hafi einhvern veginn sett bara stopp á allt til þess að gefa kirkju sinni og bara einstaklingum yfir höfuð tíma til þess að fóta sig í nýju landslagi. Út af því ég bara trú því, það gerist ekkert bara út af því. Það tilgangur með öllu því sem við göngum í gegnum. Og vitið það svo mikið lausn að hvíla í því. Guð að tala við okkur. Og hvað Guð að segja? Og ég veit ekki með ykkur, en hann að tala til mín það að forgangsraða. Forgangsraða. Biðja. Eiga ríkt bænalíf, leita orð hans, leita í orði hans og leita í, bara krafti frá hæðum, ekki mínum krafti, ekki fyrir minn styrkleik, heldur fyrir hans. Og við sem kirkja, við stöndum bara frammi fyrir alveg gjörbreyttu landslagi, það kemur bara berlega fram hér í dag. Fólk hefur meira bara fæst heim, fólk að horfa á samkomunnar sem yndislegt, en við megum ekki vanrækja það að koma saman. Það eitthvað sem gerist þegar við komum saman, það bara þannig. En auðvitað notar Guð tæknina, það segir sig bara sjálft. En málið þetta, inntakið heilagt, aðferðafræðin, hvernig við höldum samkomur og hvernig umgjörðin það ekki. Og þess vegna svo mikilvægt líka fyrir okkur að skoða tíðina. Hvað Guð að leggja áherslu á í dag? Og mér langar til þess að tala til okkar bara í nokkrum orðum hér í dag og yfirskriftin höldum áfram. Ekki veitir af. Við erum ekkert að fara tilbaka, við ætlum að halda áfram. Akkurat. Og mér langar til þess að byrja að fara í Jósúabók. Já, takk mamma, það var meira smart. Eitthvað sem með gleru á meðan, þannig ég geti lesið. Já, svona, ok. Hér stendur í Jósúabók 1 og í 1. versi. Eftir dauða Móse, þjóns drottins, ávarpaði drottin Jósúa Núnsson, þjón Móse, og sagði, Móse þjónn minn dáinn. Legðu nú á stað yfir Jórdan og þú og allt þetta fólk og inn í landi sem ég gef þeim Ísraelsmönnum. 3. vers, ég gef ykkur hér með hvern þann blett sem þið stíð á fæti eins og ég hét Móse. Land ykkar skal ná frá eyðimörkinni og Líbanon að fljótinu mikla Efrat. Það allt land Hetita. Það skal ná allt að hinu mikla hafi þar sem sólin sest. Enginn mun geta veitt þér viðnám svo lengi sem þú lifir. Ég mun vera með þér eins og ég var með Móse. Ég mun hvorki bregðast þér né yfirgefa þig. Svo kemur í 7. versi. Vertu djarfur og hughraustur. Þú átt sjálfur að skipta landinu í erfðarhluti með þessari þjóð. Landinu sem ég sór feðrum þeirra að gefa þeim. Vertu aðeins djarfur og hughraustur. Gættu þess að framfylgja nákvæmlega lögunum sem Móse þjónn minn setti ykkur. Víktu hvorki til hægri né vinstri frá þeim svo að þér vegni vel hvert sem þú ferð. Þessi lögbók skal ekki víkja úr munni þínum.
Þú skalt hugleiða efni hennar dag og nótt, svo að þú getir gætt þess að fylgja nákvæmlega því sem þar skráð, til þess að ná settu marki og þér farnist vel. Vers 9. Ég hef ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Hann segir þetta aftur og aftur við hann og svo segir hann, óttast ekki og láttu ekki hugfallast, því að Drottinn Guð þinn með þér hvers sem þú ferð. Amen. Við vorum daginn við fjölskyldan, okkur finnst svolítið gaman að horfa á gömul vídeó, þar sem að börnin eru lítil og maður svona horfir á þessi vídeó og maður hugsa bara, vá, það svo margt sem hefur breyst. Og okkur finnst þetta rosa kósí út af því að allir búin að færa, við tókum þetta upp á svona VHS-spólur sem voru einu svona mjög svona inn og að tæknin á þeim tíma. Og við erum búin að færa þetta yfir þannig að við getum séð þetta hvenær sem bara í gegnum tölvun okkar. Og þetta yndislegt. Og það svo margt sem hefur breyst. Vídeóupptökuvélin sem allir notaði var frekar stór, mikil. Núna erum við með vídeóupptökuvélar út allt og þetta bara svona eins og lófin á manni. Tímarnir hafa nefnilega breyst. En inntakið, það við fjölskyldan, hvað við höfum gengið í gegnum, hver við erum, hið sama. Kærleikurinn okkar á milli, það inntakið. Það skiptir öllu máli. Þegar við erum saman þá erum við saman og við höfum þroskað saman og við höfum farið í gegnum tíðir saman og ég hef líka sagt að, við oft biðjum Guð blessun. En staðreyndin sú að ef að til dæmis, við myndum vilja fá til dæmis einhverja blessun sem að við erum ekki tilbúin fyrir, þá það ekki blessun. Sama má segja til dæmis börnin okkar, hefðu þau grátbeðið okkur að leyfa sér að prófa að keyra bíl þegar þau voru 5 ára, það hefði alls ekki verið góð hugmynd. Og Guð þannig, hann veit hvað okkur fyrir bestu. Og það sem að Guð gerir að hann þroskar okkur í gegnum lífslaupið okkar. Hann fer með okkur í gegnum alls konar tíðir og tíma til þess að gera hvað? Til þess að búa til mynd í okkur sem líkist Jesú. Það það sem hann gerir. Og hann notar allar kringumstæður. Hann notar fólkið okkar. Ég meina, mynd Guðs hefur orðið sterkar í lífi mínu að eiga dóttur mína Huldu Maríu. Sá núningur og allt það sem hefur átt sér stað sem bara nauðsynlegur fyrir mig og nauðsynlegur fyrir hana. Það málið. En það sem að mér svo ótrúlega spennandi þegar ég horfi þarna á þetta, hugsa ykkur. Það talað þarna að Móses dáinn og við vitum að Móses dáinn. Hann dó fyrir mörg þúsund árum síðan og fyrir okkur þetta ekki mikið sjokk. En við erum átt okkur á því að þegar Ísraelsmenn fréttu að Móses væri dáinn, við erum að tala þetta var þvílíkt áfall. Leiðtoginn sem að Guð hafði reist upp, sem að Guð hafði gefið djörfung að standa fram fyrir Faró og bara skipa honum að láta líf sinn lausan. Móse, sem hafði tekið út úr þrælhaldi, sem hafði verið í 400 ár og hann var farinn. Og ég hugsa að þetta sé eitthvað sambarlegt við það sem kannski ekki, en hugsanlega, þegar Kennedy dó, fyrir Bandaríkjamenn. Það vita allir hvar þeir voru þegar Kennedy dó og fólk bara grét og grét og grét. Í íslensku þýðingunni ekki talað það, en í ensku þýðingunni kemur svo skýrt fram að Ísraelslýður grét í 30 til 40 daga samfleytt. Þau grétu, þau voru í áfalli. Sterki leiðtoginn þeirra, hann var horfinn á braut, það var allt breytt, heimsmyndin var breytt. Og ef við getum ekki sett okkur í þau spor í dag, þá veit ég nú ekki hvað. Við erum búin að fara í gegnum tíma sem eru mjög sérstakir, 2 ára einhverju veirusýkingu og svo núna bara stríð og ég veit ekki hvað og það einhvern veginn allt breytt. En vinir, Guð talar til Jósúa
einmitt í þessum kringumstæðum. Og eftir að fólki var búin að gráta í töluvert langan tíma, þá segir Guð, herðu, Jósúa, Móse dáinn. Jósúa vissi alveg að Móse dáinn, en Guð vildi vekja hann upp. Og hann vildi vekja hann upp út af því að hann hafði tilgang með þessu öllu saman. Tilgang sem að fólkið hans sá ekkert endilega í þessum kringumstæðum út af það var bara bugað. Það var í sorg. Það var allt breytt og þetta var ekki alveg það sem að fólki hafði séð, en þetta var það sem að Guð hafði séð. Og hann sagði við Jósúa, hert upp hugann. Þú átt að fara með líð þinn inn í landið helga. Þú átt að fara og ég mun gefa þér allt sem þarf til. Guð leyfði liðnum að gráta. Það fullkomlega eðlilegt, vinir, að þegar við göngum í gegnum áföll, þegar eitthvað breytist í okkar lífi eða við lendum í einhverjum erfiðum kringumstæðum, það er bara fullkomlega eðlilegt að við leyfum okkur að syrgja. Sorg er eðlileg viðbrögð við erfiðum kringumstæðum og hún er náttúruleg. En vinir, við eigum ekki að festast í sorg. Við eigum að leyfa Guði að lækna hjart okkar. Má ég heyra amen? Við eigum að leyfa Guði að endurreisa okkur og við verum að treysta Guði að hann gefur þessa lækningu. Þess vegna segir Guð við Jósúa, hann sagði, þið verðið að halda áfram. Og þeir héldu áfram. Það var það sem var svo alveg frábært. Þeir héldu áfram. Halleluja. En við verðum að vera að passa okkur á því, fyrirgefiði, að þrátt fyrir að við upplifum áföll, þrátt fyrir að við upplifum eins og hlutirnir séu breyttir, eins og við séum í vörn, þá verðum við að passa að festast ekki þar, festast ekki á stað ótta eða kvíða eða hvað gerist næst. Við verðum að herða okkur upp í drottni Jesú og við verðum að treysta því að hann muni vel fyrir sjá, því hann ætlar að sjá okkur. Má ég heyra amen? Hann ætlar að sjá okkur. Og við erum að tala Móse. Vist, ég var einmitt að reyna helgina að setja mig inn í hennan hugurheim. Og er það ekki oft þannig að með þessa stóru, sterku leiðtoga sem að koma fram, þegar þeir hverfa, þá hverfur svo mikið með þeim. Og ég einhvern veginn trúi því að þarna voru kaflaskil fyrir Ísraelsmenn. Það var ný tíð. Fyrstu bækur Biblíunnar er Tóra. Gyðingarnir kalla bækurnar Tóra. En fyrsta Jósúabók er ekki Tóra. Það er ný tíð. Það var eitthvað nýtt sem að Guð var að fæða fram og Guð vildi nota einhvern annan til þess að fæða það fram. Og ég held, ég tölvöld mikið hugsa þetta, þessi sterku leiðtogar eru oft hver og fætur öðrum einhvern veginn að detta niður. Hvort sem að það eru einhverjir skandalar eða ég veit ekki hvað og hvað. Það kannski skiptir ekki máli. En Guð er fyrst og síðast að leita hjartalagi. Fólki sem er tilbúið að auðmýkja sig fyrir honum. Það er málið. Að við höfum auðmýkt fyrir því sem hann vill gera. Ekki að leita okkar eigin vilja eða að ríki okkar einhvern veginn þennist út. Heldur er þetta ríki Guðs. Og vinir, ég trúi því á þessu tíð sem við erum að fara inn í, að þá verðum við að vera nógu hugrökk og auðmýkja okkur fyrir Guði. Setja okkar eigin skilning eða skoðanir til hliðar. Og spyrja Guð, hvað vilt þú? Ég er alveg samfara á þessum tímamótum og þá hafa margir, þeir grétu Móse, að það hafa örugglega margir af liðnum verið með samviskubit. Þetta var erfiður líður. Ég gæti alveg trúa að þetta væri svona eins og Íslendingar, svolítið svona harðir að sér, eiga svolítið erfitt með auðmýkt. En þetta var erfiður líður. Og Móse hefði þurft að standa í brúnni í mörg ár og þeir voru einhvern veginn bara að þvælast eyðimörkina. Og aldrei kom þetta gegnumbrot að þau kæmust inn í fyrirheitna landið. En Móse sá fyrirheitna landið.
Guð sýndi honum fyrirheitnarlandið en Móse gat ekki stigið inn í fyrirheitnarlandið. Og eins og ég segi, áfall fyrir alla sem að voru þarna. Og það tími fyrir allt vinni, það tími til þess að gráta, það tími til þess að syrgja, en það líka tími til þess að stíga á fætur og halda áfram. Og vinir, nú tækifæri fyrir okkur að stíga á fætur og halda áfram. Ég bara trúi því. Guð að reisa kirkju sína, að rísa upp og halda áfram. Má ég heyra amen. Halleluja. Og grei Jósúa. Jósúa, hugsið ykkur að stíga inn í þetta, inn í þessi rísa fótspor sem að Móse hafði skilið eftir. Og hann örugglega með mjög lítið sjálfsmat með það sem að Guð segi við hann. Vertu hughröstur, vertu hughröstur, vertu hughröstur. Hann var alltaf að segja það við hann. Hugsið ykkur. Þvílík spor sem hann þurfti að stíga í. Þú veist, að fara í fótspor Móse. En vinir, Guð hafði gefið Jósúa allt sem að Jósúa þurfti á að halda. Og það sama gildur með og þig, vinir. Allt það sem að þú stendur frammi fyrir Guð búinn að undirbúa þig fyrir. Þú getur öðlast sigur yfir öllum kringumstæðum lífsins. Hann hefur gefið þér allt sem þarf til. Og hann býr innan með þér. Hugsið ykkur, upprisukraftur Jesú býr innan með okkur. Þannig að við þurfum ekki að óttast. Hann með þér. Hann með þér. Og hann segir það aftur og aftur við Jósúa, ég með þér. Hugsið ykkur fyrir heitið. Amen. Og við vinir, við erum svona vanansfólk. Ég veit ekki með ykkur, en ég svona þessi típa sem að gera það sama aftur og aftur og aftur. Þú veist, ég alltaf í ræktina á ákveðnum tíma á dag, þú veist, og ég helst fer í sömu bónusbúð, þú veist, ég venjulega í sama ræktartækinu mínu, þú veist, við erum ótrúlega fyndin líður. Við erum ekkert nema vanin. Og þegar Guð að færa okkur úr stað frá einni tíð til annara, þá notar hann oft mjög óþægilegar aðferðir. Og hvað gerir hann þarna við Ísraelsmenn þegar eiga að fara að stíga inn í fyrirheitna landið? Hann sprengir hreinlega upp það sem var til þess að þvinga þá til þess að stíga inn í landið. Svo segir hann við þá, verið óhrædd, ég mun gefa ykkur landið. Og hann segir líka, hvert það fótmál sem takið, það land sem ég mun gefa ykkur. Þannig að þið þurftu ekki annað en að stíga í landið og þá eignuðust þeir landið. Hugsa ykkur hvað þetta magnað. Og vitið það, Guð ætlar að segja það sama við okkur í dag. Vitið það, við þurfum að hafa djörfung að stíga frá því sem var. Og inn í þá tíð sem að Guð hefur fyrir okkur núna. Og vitið það, ég virkilega trúi því að Guð mun gefa okkur landið. Nú bara að stíga fram. Hann segir við okkur verið óhrædd, við eigum að stíga fram og við eigum að taka landið. Og þetta tímabil, vinir, þar sem við þurfum að teygja okkur. Við þurfum að teygja okkur og það þýðir ekki að halda í eitthvað gamalt og reyna að teygja sig í eitthvað sem nýtt, út af við vitum hvað orð Guð segir það. Þú verður að vera heitur eða kaldur, ekki mitt á milli. Þú getur ekki verið bæði hér og þar. Þú verður að sleppa tökunum á því sem var til þess að seilast eftir því sem framundan kennir ritningin. Og vitið það, þetta dagurinn til þess að seilast eftir því sem að Guð hefur fyrir okkur. Teygja okkur frá því sem var inn í það sem að Guð hefur fyrir þig núna. Og vitið það, ég bara bið Guð að kveikja í öllu þessu gamla. Sprengja það bara upp. Þannig að það sé ekki einu sinni valmöguleiki lengur. Það var æðislegt að börnin mín voru lítil. Það var yndislegt. En þetta æðislegu tími núna. Núna reyndar börnin mín orðin fullorðin. Þannig að dóttir mín alltaf minna mig á það. Hún sé orðin fullorðin. Nú taki hún ákvarðanir. En hún vil samt ennþá að ég borgi fyrir hana tryggingarnar og að bílnum og... Þannig hún vil svolítið svona að þess, ég fullorðin, ég ætla að gera allt sem mér sýnist, en ég ætla samt að fá hluti frá þér. Hún klár þessi.
Já, hún nefnilega með viðskiptaviti frá mér. En þetta umskipti, ný tíð. Og ég alltaf að setja glerbrot í hreiði, nei, nú ferð þú að borga þína eigin tryggingar. En hún hefur reyndað það mikil áhrif á mig, ég ennþá að borga tryggingarnar. Og mun sjálfsagt halda því áfram. En þetta einmitt málið. Það svo margt sem breytist, vinir, þegar við öðlumst þroska. Og allt í einu förum við að hætta að gera hluti sem við vorum svo upptekin af áður. Og allt í einu erum við fann að gera bara eitthvað alveg nýtt og Guð upplýkur fyrir okkur alls konar nýju og frábæru sem hann hefur fyrir okkur í dag. Og það frábært, en því fylgir líka ábyrgð. Og við verðum, vinir, þegar við erum að þroskast í Guði, að segja bless við þið gamla og fagna hinu nýja. Það svo mikilvægt. Þannig að gerum það í dag. Tökum fagnandi við því sem að Guð vill gera í dag. Pössum upp á innihaldið. Og innihaldið þetta. Guð faðir, hann sonur og hann heilagur andi. Jesús kom og hann var á meðal okkar. Hann gerði gott og hann græddi alla sem voru undir okaður á djöflunum og hann frelsaði mannkynið þegar hann fór á krossin og dó fyrir okkur. Það inntaki, vinir. Umgjörðin getur breyst, tíðin getur breyst, en hinn eilífi sannleikur alltaf eilífur sannleikur. Má ég heyra amen? Þannig að leyfum honum að þroska okkur á göngunum með sér og við erum ekki bara heyrendur, við erum líka gjörendur. Og spyrjum hann, Drottinn, hvert viltu taka mig í dag? Hvað viltu gera í gegnum líf mitt í dag? Hvernig viltu ná til þeirra sem eru hérna fyrir utan í dag? Og vinir, við verðum að heyra. Það bara þannig og við verðum að gera meira en að heyra, við verðum að gera. Við verðum að taka ábyrgð. Út af við vitum það að hann mun aldrei ráðast inn í líf okkar og taka yfir og láta okkur gera hluti sem við erum ekki tilbúin til. Og þar liggur ábyrgðin hjá okkur, ekki satt. Systkini, ég tel mig ekki sjálfa, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlað það, en eitt ger ég. Ég gleymi því sem að baki og ég seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunin á himninum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Halleluja. Hann sagði landi sem hún gengur á verður þitt. En það sem mjög áhugavert í textunum, hann segir líka, þegar þú stígur inn í landið, þá það í eigu Hetíta. Ég held að við sem kristin kirkja höldum að alltaf þá sé bara opna dyr. Það engin mótstaða. Það engin erfileikar. En staðreyndin samt sú að þegar þú ert að stíga inn á landi sem að Guð hefur gefið þér til eignar, þá eru fyrir Hetítar. Það verður komið gegn þér. Og ég man að, bara út af þessari umfjöllun sem búin að vera, hafði samband við mig aðil og hann sagði, veistu það, Sibba, það aldrei komið í gegn einhverjum sem ekki að gera eitthvað sem rétt. Það málið. Og vinir, þegar við skoðum þetta orð Hetíti, hvað þýðir Hetíti? Það nefnilega svolítið merkilegt. Hetíti þýðir ótti. Það þýðir að vera brotin. Finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Af hverju heldur að Guð hafi alltaf sagt, verið hughraust, verið fulla djörfung, verið hughraust, út af það sem að mun koma á móti þér ótti. Og vitið það ótti alls staðar í heiminum í dag. Alveg bara frá byrjun COVID, ég bara tekið eftir þessu, með svo áberandi hætti núna undanfarið. Það andi ótta. Hann bara út allt. Hann út allt. Og vinir, fullkomin elska, hún rekur út ótta. Og hver fullkomin elska? Það Jesú. Jesú fullkomin elska. Og ef við ætlum að vera ekki í ótta, þá þurfum við að vera í elskunni. Við þurfum að vera í Jesú. Við þurfum að vera í Jesú. Og vinir, við þurfum að koma í gegn ótta. Og það talað Hetíti þýðir ótti og brokenness.
að vera brotin. Við þurfum að leyfa Guði að lækna. Og það líka svo mikilvægt, út að ég er búin að vera í svona innri lækningaferli. Ég ætla ekki að búa þar. Þegar þetta ferli, og því lokið, þegar þetta ferli er búið, þá rís ég upp. Og ég ætla ekki að dvelja í einhverju sem gerðist fyrir 30 árin síðan og ég hvet ykkur til þess að gera það ekki. Út af vandinn okkar í dag er þetta. Við festumst á einhverjum stað. Við höfum farið í gegnum eitthvað. Vond æska, erfið skilnaður, fólk sem kemur gegn okkur sem er ósanngjarnt og það er svo auðvelt, vinir, að vera fórnarlamb á þessum stað. Fara að sleikja sárin. Vorkina sér. Og mér finnst alltaf svolítið sorglegt, ég var að lesa bara í morgun, það var verið að tala um fyrirgefninguna á okkur í spjallfræði. Og þá sagði ykkur, já, það er ekki hægt að fyrirgefa nema fyrirgefning hafi verið boðin. Þú veist, ef fólk hefur beðið fyrirgefningu. Það er ekki rétt. Fyrirgefning er fyrir okkur, vinir. Hún er fyrir okkur. Og hún leysir okkur undan valdi reiði. Reiði er eins og krabbamein sem bara breiðist út í líf okkar. Og vinir, umfjöllunin eða ekki, ég ætla ekki að leyfa einhverju eða einhverjum út í bæ að hafa áhrif á hvert ég fer með Guði. Það sem að svona gerir er að það gerir mig bara einbeittari. Ég ætla ekki að verða af þessu landi sem að Guð ætlar að gefa mér. Og vinir, þessir hetidar, þeir verða að víkja. Og hvernig er best að sigra ótta? Já, það stendur hérna, með því að stíga inn í hann. Þú ert ekki að fara að sigra ótta nema þú stígir inn í óttan. Og skiljir að Guði með. Enda líka segja hann það aftur og aftur. Ég er með þér. Og hann sagði, eina sem að þú þarft að gera er bara að stíga inn á landið. Og vinir, þeir voru búin að vera í einhverjum tjaldbúðum alveg bara í 40 ár. Þetta var heimilið sem að Guð ætlaði að gefa þeim. Þarna mynduðu byggja hús. Þarna mynduðu eignast börnin sín. Þarna er þið uppskeran ríkuleg. En til þess að ná landinu þá þurftu þeir að sigra ótta. Og vinir, við þurfum að sigra ótta. Þegar fólk kemur til okkur og er að tala um það sem er að gerast í kringum okkur, stríðið, COVID, alls konar hluti sem er að gerast, þá þurfum við að vera í elskunni. Við þurfum að gefa fólki af einhverju sem að það vantar. Þeim vantar þetta sem að við eigum. Það er nefnilega málið. Og það er oft komið til mín í ræktinu og svona fólk er að biðja mig leggja fram fyrirbæn og annað slíkt. Af hverju haldið að það sé? Út af það finnur. Það veit að ég á eitthvað. Það er nefnilega málið. Og vinir, hvernig á fólk að vita það að við tilheyrum Jesú ef við erum bara ofurselt ótta? Ef við erum föst að vera brotin og ætlum bara að vera brotin allt okkar líf. Nei, lækningin er frá Guði komin. Tökum við lækningunni og leyfum Guð að laga til líf okkar þannig að við séum ljós í þessum heimi. Halleluja. Þannig í dag þá vil ég vil hvetja ykkur, vinir. Ég vil hvetja sjálfa mig. Höldum áfram. Höldum áfram. Þó að Móses er dáinn, þá er Guð ekki búinn að missa tökin. Þó svo hlutirnir hafa ekki gengið upp eins og við sáum það fyrir, þá er Guð samt með plan. Þó svo við upplifum okkur ekki sterk, vitum það að allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkagjörir. Ég þarf ekkert að vera neitt rosalega klár þegar ég geng inn á landið. Ég treysti að hann sé það. Og ég treysti því líka, því ég stíg inn í minn ótta. Þá kemur hann með náð sína og bætir upp það sem að mig skortir. Það er það sem að Guð gerir. Og vinir, vitið það, þetta er bara mitt mesta lán að eiga Jesú að. Þannig ef þú ert að hlusta í dag
ef þú ert að horfa og þú átt ekki þetta samfélag við Jesú, þá hann bara einni bæn í burtu. Það bara þannig. Rísum á fætur. Halleluja. Við langar til þess að biðja bæn frelsisins. Og Biblían segir að það geta allir komist til trúar á Jesú. Eina sem að þú þarft að gera að trú í hjartanu og játa með vörunum að Jesús drottinn. Og við ætlum að gera það. Við ætlum að játa í dag. Og ef að þú ert að horfa og þú hefur ekki játað, endurtaktu bænina eftir mér. Kæri Jesús, ég trú að þú hefur dáið fyrir mig. Ég trú að þú hefur risið upp frá dauðum. Ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Hreinsaðu mig með blóði þínu. Fylltu mig af heilugum anda. Hjálpaðu mér til þess að ganga með þér hvern einasta dag. Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég nú þitt barn. Í Jesú heilaga nafni. Amen og amen.